Við ætlum að byrja þessu. Við ætlum að byrja á íslenskum föngum. Svo ég vitna nú í grein sem birtist í Fréttablaðinu í gær sem að Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður afstöðufélags fanga, skrifaði. Þá segir hann: ég hef verið vistaður í langdýrustu geymslu sem völ er á. Guðmundur Ingi hefur setið inni frá aldamótum í 14 ár og er núna á vernd og er sestur hér. Velkomin. Takk. Svona kjarninni þinn í grein er að benda okkur á að tilgangur dóma sé ekki síður að fá fanga þegar þeir koma út til þess að vera virkir og nýtir þjóðfélagsþegnar. Við erum ofsalega langt frá því. Já, við erum það. Það er vegna þess þeirri einföldu ástæðu að við erum ekki með betrunarstefnu. Við erum með refsistefnu en Norðurlöndin sem að við svona iðulega berum okkur saman við en getum ekki í þessu tilfelli að þeir eru með betrunarstefnu en við refsistefnu. Hvað felst í betrunarstefnu? Hvað þarf þá að gera? Betrunarstefnan er fyrst og fremst að það er þegar einstaklingur kemur í fangelsi að þá er gerð svona einstaklingsmiðuð vistunar og meðferðar áætlun og það er farið yfir sögu þessa einstaklings og hvaða óskir og draumar hann hefur. Síðan er sem sagt lagt upp með plan og á endanum á hann að geta sem sagt náð einhverjum árangri þegar hann losnar. Það er að segja það er náttúrulega lögð mest áherslan á verknám og starfsþjálfun. Já. Þannig að það er svona meira verið að leggja áherslu á að menn komi út með menntun eða starfsþjálfun þar sem að nýtist þeim í framtíðinni. Já, og samfélaginu öllu. Og samfélaginu öllu og þeir borgi skatta og en hérna á Íslandi þá er þetta eiginlega svolítið svona öfugt. Það er menntun í fangi sem er í raun og veru hvorki fugl né fiskur. Hún var náttúrulega, það var komin einhver menntastefna og það var hægt að fara í að klára stúdentspróf og svoleiðis. Hefur þetta dregið saman? Nei, í raun og veru er ennþá kannski hægt að taka stúdentspróf og það eru ákveðin svona grunnfög sem þú getur lært í svona almennu námi. En vandamálið er að flestir fangar eiga erfiðleikum með svona bóklegt nám kannski og því hentar það bara ekki. Og síðan er bara þetta eru 4 fög og þú kemst voða lítið áfram. Það er takmarkaður tími fyrir internetið og það er ekki kennd öll fögin, þannig að í raun og veru kemst ekki neitt áfram með námið. Já. Það hefur til dæmis engin FSU sér námfanga á landsvísu. Sem er þá Fjölbraut á Suðurlandi. Já. Já. Og það hefur engin fangi útskrifast hjá þeim undanfarin ár með stúdentspróf. Nei. Þannig að þannig að þetta er náttúrulega svona eitthvað sem maður þarf að bæta og við aftur á móti hér á Íslandi eru örugglega hátt í 60% fanga sem útskrifast eða sem koma úr fangelsi sem öryrkjar eða verða öryrkjar þegar þeir koma út. Ég skil. Og þannig að ég svona horfa á þetta þannig að okkur ekki að nýta þann tíma sem að maður er í fangelsi við að endurhæfa og mennta og fá þá til að koma þá út sem virka samfélagsþegna staðinn fyrir öryrkja sem verða síðan langtímum saman á félagslegum bótum. Því að þegar þú ert komin einu sinni á svoleiðis bætur þá ert ekki að fara af þeim aftur. En hve margir eru endurkomið fangar? Hve margir fara aftur í fangelsi? Já, þetta er náttúrulega tölur sem við höfum oft mjög erfitt með að fá stundum. En að því að ég hef nú töluverða reynslu að þessum málum og hef séð svona hvað er í gangi, að þá sé ég alveg að það er mjög há endurkomið tíðnitala á Íslandi. Fangelsismálastofnun miðar yfirleitt við svona 10 ára gamlar tölur frá því 2010 reyndar sem eru gefnar út en það eru frá 2005. Og þetta er svona samnorræn skýrsla sem er gerð af starfsmanni Fangelsismálastofnunar í Noregi. Og þá er Ísland með 24,5% sem er svona næstlægsta í ákveðnum aldri. Já. En síðan ef þú les öðruvísi úr henni þá getum við verið með hæstu í öðru. En þetta er auðvitað ekki rannsókn og þetta er við teljum að endurkomið tíðnitalan sé svona 50% og upp úr. Já. Og dómsmálaráðherra fyrrverandi Ólafur Nordal hefur sagt að annar hver fangi kemur aftur í fangelsi og það er náttúrulega óbóðslega mikil endurkomið tíðnitala. Þannig
árangurinn á fangavist í dag mjög lítill. Þú bendir á kostnaðinn fyrir samfélagið við að halda hlutunum óbreyttum. Hvað kostar að vista einn fanga við óbreyttar aðstæður? Þetta svona 26.000 krónur á dag. Ég að miða þarna við opinbera tölur sem eru reyndar orðnar svolítið gamlar í dag, en það hefur bara hækkað. Þannig að þessar tölur sem ég skrifi hérna í greinin eru raun og veru úrreldar því að það eru lágar. En þetta bara svona beinn kostnaður við að vera í fangilsi. Sko, hvað hefur þú kostað samfélagið? Þú nefnir það þarna. Já, þetta 135 milljónir í tölum sem eru gamlar, en síðan náttúrulega, þannig að það má segja að þetta hafi hækkað eitthvað, en síðan náttúrulega verðum við að taka inn í að það ekki inn í þessu kostnaður hjá lögreglu og dómstólum og heilbrigðiskerfinu og almannatryggingakerfinu og kostnaður brotaþolenda til dæmis. Það ekki kostnaður sem inn í þessu. Og þannig að það má alveg reikna með að þessi tala sé jafnvel helmingi hærri eða haft í dag. Sko, þessi tala sem 135 milljónir, þetta eru einhverju dagpeningar sem þú ert búin að vera að fá? Nei, meðal annars, já. Og laun fyrir einhverja vinnu þarna í fangelsinu? Já, meðal annars. Og það hluti af fangavistinni. Og hérna, þannig að sko, og ég nefndi hérna í greinin, ég var að taka dæmi, sko, hvað hefði verið hægt að gera fyrir hennar pening. En auðvitað var hugmyndin ekki svo að kaupa íbúð fyrir alla fanga og eitthvað svoleiðis. Þetta var bara svona að vera að segja svona hvað þetta kostar óbúslega mikið og hvað hefði verið hægt að gera. En hugmyndin auðvitað svo að koma á betrunarstefnu þar sem að við ræktum fangan og endurhæfum og komum þeim út aftur á allt öðrum stað í lífinu. Sko. Þeir þurfa að fá áhuga á einhverju hlutum og hver einn og einasti fangi hefur óskir og drauma og allt slíkt. Sko. Já, en hvað, sko, sálfræðiþjónusta, sko, á þessum 14 árum, hvað hefur þú til dæmis hitt sálfræðing oft? Sálfræðing, sko, ég tók hérna dæmi sálfræðing og félagsráðgjafa og saman eru það 7 skipti. Ég held ég hafi hitt á 2 á síðustu 5 árum. Af hverju svona sjaldan? Það vantar bara sálfræðinga og félagsráðgjafa og hérna... Vilja menn komast oftar í við? Já, menn vilja komast að og menn, flestir fara í gegnum fangavist bara hreinlega án þess að vita að það sé hægt að hitta þetta fólk, sko. Ok, þannig að stuðningurinn við fangana, hvort sem það þá á Litla-Hrauni eða á Sogni, að hann þeim ekkert mjög skýr. Hvað í boði? Ertu að segja það? Þeir ekki látnir vita mjög skýrt? Já, þetta náttúrulega misjafnt eftir fangelsum og í sum fangelsin koma bara aldrei sálfræðingar, kannski 2 ára fresti eða eitthvað slíkt, sko. Og hérna, auðvitað þegar það kom upp einhverju alvarlegir hlutir eins og sjálfsmorð eða eitthvað slíkt og þá náttúrulega mæta þær á staðinn, en það bara eitthvað sem ég tel of seint og það sem þarf að gera náttúrulega fyrst og fremst, sko, að heilbrigðisráðherra þarf að sjá heilbrigðisstarfsfólki og sálfræðingar og félagsráðgjafana en ekki dómsmálaráðherra og þeir þurfa að vera og vinna á gólfinu með föngunum og hérna á fangavörðum líka og þá náttúrulega kynnast þeir miklu betur föngunum og eins líka að fangarnir geta þó treyst þeim. Í dag það ekki svoleiðis vegna þess að nú eru sálfræðingarnir starfsmenn fangellismálastofnunar og það sem að fangi segir þeim getur haft áhrif á fangavistina. Já, þess vegna ertu að segja að það skiptir máli í hvaða ráðuneyti? Já. Og hérna, að því að það þarf að vera trúnaður á milli. Í dag sjá sálfræðingar í raun og veru bara einhvers konar áhættumat og vinna á skrifstofu fangellismálastofnunar en vinna voða lítið í fangelsinu. Sko, það sem að fangi segir sálfræðingnum, það á náttúrulega verið trúnaði, en ertu að segja að það geti haft áhrif á framgang síðan mála manna? Já. Ég skil þig. Trúnaðurinn brotinn þá? Já, ég myndi telja það, já. En málið það að, sko, auðvitað fengjum við aldrei sálfræðinga fangelsismálastofnunar til að viðurkenna slíkt, en þetta raunin samt, skilur. Þá kannski telur sálfræðingurinn að maðurinn sé eitthvað hættulegur eða sem einhver áform og verður að vita og svoleiðis. En sko, auðvitað á sko fagfólk eins og ég bjóst nú reyndar aldrei við því að mín reynsla í fangelsi myndi kannski nýtast í einhverju svona baráttu en af því að ég hef verið lengi og ég hef verið í nokkru fangelsum og ég hef líka verið í Danmörku í fangelsi
Og þar einmitt sá ég sko, hvernig var unni með fanga og þegar ég kom þangað þá var það fyrsta sem gerist þegar sálfræðingur kemur til manns og gerir þetta plan og þessa meðferðaráætlun plan hvernig þú ætlar að fara með tíman. Já, og hvað þú ætlar að gera og setur upp svona ákveðið áætlun og þetta bara fyrsta sem að kemur til þín sko, en í dag ekkert slíkt sko, og þetta var meira sér tekið úr lögum fullnustu refsinga sem sagt núna 2016 og staðinn fyrir að það var bara vegna skorts á fjármagni í raun og veru sko. Þannig að, en það sem við erum að segja, kannski ég að segja með þessari grein, að þetta alveg gífurlegir fjármunir sem að fara í þetta kerfi. Þetta eru 2 milljarðar í ár held ég og fyrir utan alltaf öll hinn málaflokkana og það engin árangur. Þannig að þetta líka spurning ákveðna svona gæðastjórnun í fjármálum og bara mér finnst að fangelsismálstofnun þyrfti að vera einhvers konar árangurstengd eða eitthvað slíkt. Það þarf að fara betur með peninga skattborgarana vegna þess að þú náttúrulega þekkir þau viðhorf að þarna sé kannski bara vera að púkka undir fanga, glæpamenn. Sko, eigum við að fara að degra við þá núna eiga þeir að fá bara gráta á öxlina einhver sálfræðingi þegar þeir eru búin að fremja hróðalega glæpi. Þú kannast náttúrulega við þetta, en það kannski ekki það sem málið snýst um. Nei, þetta snýst bara hvernig nágranna við viljum hafa í framtíðinni. Hvernig fólk viljum við fá út úr fangelsunum, hvort viljum við fá þann sem geymdur í öryggisfangelsi í 10 ár sem að fara enga meðferðir eða þjálfun eða neitt og hann með þess án þess að geta farið í tölvu og hann kemur út gjörsamlega, hann veit ekki neitt. Eða viljum við fá mann sem búinn að fara í gegnum nám og útskrifast og fá ákveðin réttindi þegar hann kemur út, hann geti nýtt sér orðið samfélagsþegn. En hver ástæðan fyrir að þið geta ekki farið í tölvur? Er það vegna þess að þá fara menn að plana einhverja nýja glæpi? Fjárstýra glæpum? Já, ég meina sko, fangelsi er fangelsi og það má alltaf gera ráð fyrir því og það er bara eðlilegt að það sé alltaf einhver sem brýtur af sér. Það bara er og verður alltaf. En hinn 95% gera það ekki. Þannig að það þarf að nýta, auðvitað má alveg vera deildarskipt og það má vera einhvers konar öryggisfangelsi en við þurfum að deildarskipta og hafa gulrótarkerfi. Já, þú hefur verið á Litla-Hrauni, þú hefur verið á Sogni í Danmörku eins og nefnir og ert á vernd núna. Sko, förum aðeins 18 ár aftur í tíma. Það eru 18 ár síðan að þú stekst fyrst inn í fangelsi. Hvað beið þín þar? Það var bara í raun og veru ekki neitt þegar ég settist fyrst bara í sófann og ég hugsaði bara, hvað nú? Það var ekkert þannig séð í boði og það hefur náttúrulega breyst margt í raun og veru frá því þeim tíma og sérstaklega bara síðustu 5 árin hefur breyst rosalega mikið. Þú kallar þetta í greininni, glæpamannaskóla? Já, þetta er það í raun og veru sko. Hinn yngri lærði bara hinn eldri og fóru harðsvíraðri út. Já. Það er mjög sjaldgæft, það kemur engin betri út úr fangelsi hér á Íslandi. Það er bara staðreynd. Þannig að þetta er eitthvað sem er auðvelt að breyta og síðan eins og til dæmis í þessu nýju lögum sem voru gerð sem ég hef oft kallað þessi meingölluð og þar voru hent inn svona ákveðnum slaufum eða svona rósum einhverjum til að gera það, láta það líta betur út og alls konar úrræði sem eru reyndar rosalega góð og eru tekin sko frá Norðurlöndunum en þau eru sko túlkuð svo þröngt og það er svo erfitt það á engin möguleika á þeim og ef það átt möguleika þá gagnast það ekki neitt. Það er til dæmis eins og ég get sagt þér eins og með að ungir afbrotamenn sem eru yngri 21 að þeir fá núna reynslulausn eftir 1/3 sem þýðir það að þeir komi í fangelsi bara kannski í mánuð eða eitthvað slíkt og fara síðan í opið fangelsi eða á vernd eða lausir. Ok, þetta er mjög gott úrræði því það er ekki gott fyrir neinn að vera í fangelsi. En aftur á móti, ef það ekkert unnið á meðan hann í fangelsi í honum og þá náttúrulega þá gerir þetta ekkert gagn. Þá bara fer hann aftur á götuna og kemur svo bara aftur inn og það er bara það sem er að gerast. Menn eru ákveðin svona hringrás koma inn, fara út, koma inn og alveg þangað til. Þú þekkir þetta? Ég þekki þetta og sé þetta. Þú hefur aðallega brotið að þér í fíkniefnamálum? Ég hef verið 2 ára fangelsi fyrir fíkniefnabroti, já. Var það upplifðir þetta niðurbrot, sko, að þú einhvern veginn, þú ferð aftur í sama farið?
Já, maður gerir það einhvern veginn, sko, því að það ekkert sem að hjálpa manni að ná áhuga á öðru og þú færð aldrei að tala við neitt slíkt. Ég hef heyrt dæmi mann sem heitir sálfræðing og vill fá að taka á sínum vandamálum og loksins þegar kemst að hitta sálfræðing þá segir hann, já, ég vil taka á þessu vandamálum og sálfræðingur segir, já, ég til í að taka því í meðferð við þessu en svo líða bara ár, skilur, til að kemst aftur, þannig að það verður aldrei neitt úr neinu. Já, þú ert að meina þá sálfræðing á vegum þá Fangelsismálastofnunar, já. En þarf þetta að fara alltaf sjálfur til sálfræðings? Nei, það ekki hægt. Þú fær ekki sálfræði viðtöl á eigin vegum í fangelsi. Nei, þú færð ekki. Og það engin fangi sem hefur efni á því heldur, sko. Nei. En eitthvað, menn eiga alltaf að taka ábyrgð á sjálfum sér líka? Algjörlega. Og þegar þeir koma út, taka ábyrgð á sínu lífi, taka ábyrgð á því sem þeir hafa gert og svo framvegis. En þeir bara það skemmtir? Já, sko, málið það bara flestir sem eru í fangelsi, þeir þurfa aðstoð til að komast á rétta stað. Þeir þurfa aðstoð til að læra og aðstoð til að fá áhuga á málefnum og aðstoð fíkniefnameðferðir og þetta eru bara menn sem þurfa aðstoð. Þetta kannski menn sem hafa kannski verið lesblindir og hafa ekki náð neinum árangur í skólakerfinu sem börn og svoleiðis. Já, þetta náttúrulega, það alls konar en það sem eiga allir sameiginlegt sem eru í fangelsi nánast að það einhvers konar félagslegu vandi þarna á bakvið. Og það fólki sem í fangelsi, það þeir sem hafa verið atvinnulausir eða eru öryrkjar eða húsnæðislausir eða flosnar úr skóla, fíklar. Þetta fólki sem í fangelsi, þetta eru oft á tíðum sjúklingar og þurfa í raun og veru meðferðir og aðhald. En mér langar að spyrja að lokum það nú búið að vera mikið frétt flótti Sindra Þórs Stefánssonar frá Sogni þarna á dögunum og svo úr landi. Hvaða svona atburður, hvaða áhrif hafa þeir á aðra fanga? Hafa þeir einhver áhrif á það? Já, sko... Hvernig talað þetta meðal þeirra, veistu það? Nei, já, ég hef heyrt í föngum þetta, já, en sko, hvers skiptir sem fangi, sko, hingað til hefur það verið þannig að hvers skiptir sem fangi eða einhver brýtur af sér, þá svona tilhneigingi til að hóprefsa öllum. Til að loka fyrir ákveðin úrræði af því að þessi gerði þetta og þá útivisti minnkuð eða eitthvað svoleiðis. Mér sýnist að þeir ekki ætla að gera það í þessu tilfelli en við þurfum náttúrulega að hafa það í huga sko, að Sindri var gæsluvarðhaldsfangi og þó jafnvel vafi það að hann hafi verið í gæsluvarðhaldi á þessum tíma en lög og reglur gæsluvarðhaldsfanga og almenna fanga eru náttúrulega öðruvísi og til dæmis í hans tilfelli þá getur fangelsismálastjóri ekki hengt honum fyrir þetta. Hann getur ekki, af því að hann ekki á ábyrgð fangelsismálastjóri. Fangelsismálastjóri bara með ábyrgð almennra fanga, afplánunarfanga. Og þannig að þetta mun ekki hafa áhrif á hans feril í fangelsiskerfinu ef hann verður dæmdur, af því að hann í dag saklaus. En það eru margir sem furða sig á því að hann var á Sogni og svo hringir hann leigubíl og fer. Svona auðvelt að fara? Kemur leigubíl bara á þessum tíma? Nei, ég náttúrulega veit ekki hvernig þetta dæmi var en auðvitað geta menn farið ef þeir vilja en sko opið fangelsi nauðsynlegt af því að þetta ákveðið þrepaskipting út í samfélagið og menn þurfa smátt og smátt að komast út og þetta einn liðurinn í því. Það engin girðing þarna? Nei, það engin girðing en það eru myndavélar og svoleiðis en sko málið að þetta bara eitt af þeim dæmum sem eðlilegt. Það eðlilegt að fangi reyna að strjúka því að hann sviptur sínu frelsi og það bara í eðli fólks að reyna það. En flestir gera það ekki og þannig að 90% skilur standa sig í þessu að vera ekki að strjúka. En eins og segi, það bara eðlilegt að einhverju reyna á einhverjum tímapunkti og það þarf bara að gera ráð fyrir því og það þá bara tekið á því sérstaklega skilur en það má ekki hóprefsa föngum fyrir það sem einn gerir en þetta mjög mikilvægur liður í þrepum. Þetta eitt af því góða í raun og veru sem við höfum á Íslandi. Það þessi þrepaskipting út í samfélagi og það það sem alls staðar á Norðurlöndunum og við megum alls ekki missa því að það vitað að þessi fari gegnum svoleiðis þessi þrep að þeir eru ólíklegri til að koma inn aftur. Í staðinn fyrir að einhver sem bara allan tíman í öryggisfangelsi, hann líklegri að koma inn aftur heldur en hinn. Þannig að þetta mjög mikilvægt.
Já, þú segir það Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu, félagsfanga. Takk hérlega fyrir kominninga á Þjóðbraut. Takk. Og eins og Guðmundur Ingi skrifaði grein sinni í Fréttablaðið í gær og hann segir að hann sé búinn að vera vistaður í langdýrustu geymslu sem til er. Það var gott að fá að glöggva sig á þessum veruleika. En við ætlum að fara í allt annað eftir smástund. Og Nína Dögg Filippusdóttir leikkona kemur hingað til mín. Hún leikur í nýju verki í Borgarleikhúsinu. Við ætlum líka að tala plastúrgang og plastmengun sem út allt. Og sitthvað fleira hvalveiðar, jú, það er ekki langt.